velkomin í Pírataspjallið, hlaðvarpsþátt sem ætlar að á þetta sinn að fjalla aðeins svona núverandi ástand og næstu skref og hvernig svona fjórða iðnbyltingin spilar inn í málin, því að það tímalaust svona sem næst á dagskrá hvort sem við viljum það eða ekki. Og hérna með mér eru Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir sem hafa satt meðal annars í nefnd fjórðu iðnbyltinguna og Kristján Þórður Snæbjarnarson sem fyrsti varaforseti ASÍ, en ASÍ gaf út fyrsta rauninni plaggið sem var svona vegavísirinn okkar úr kreppu til lífsgæða og kalluðu réttu leiðina og mér fannst það einstaklega áhugavert plagg og langaði endilega til að heyra svona nánar aðeins það og tilurð þess og samspil þá þess við svona þessa fjórðu iðnbyltingu sem við erum að ganga í. Þannig að ég myndi kannski bara byrja á réttu leiðinni. Ég held að það væri góður inngangur hérna að heyra aðeins nánar hana. Já, bara takk hérlega fyrir að bjóða mér. Það rétt að við komum fram með réttu leiðina hjá ASÍ og það sem við erum svona fyrst og fremst að fanga í þessu plaggi okkar svona þessir áherslupunktar sem að við viljum að við setjum á og höfum svona að megi markmiði þegar við þurfum að reisa þetta allt við hjá okkur á nýjan leik. Við erum náttúrulega búin að vera núna að glíma við á síðustu mánuðum bara viðbrögð við þeim aðstæðum sem að hafa verið uppi og þar eru þetta gríðarlega stór verkefni og hafa verið stór verkefni sem við höfum þurft að vinna með. Tryggja þetta störf og atvinnu, tryggja fólki framfærslu þrátt fyrir það að jafnvel störfin séu horfin og mögulega fyrirtæki í rekstrar erfiðleikum vegna þess að ferðaþjónustan lagðist á hliðina á einu degi nánast og ekki sér fyrir endan á því að það sé að koma tilbaka með fyrir horfi. Þannig að það þurfti klárlega að grípa til aðgerða til þess að bregðast við og tryggja því þannig að heimilin geti starfað áfram, eða rekið sig áfram og verði ekki fyrir áföllum hvað það varðar. Þannig að eitt auðvitað þessi bráðaaðgerðir sem hefur snúið að því að bregðast við aðstæðum og tryggja afkomu og varðstöðu heimilin. Þetta auðvitað það sem svona búið að vera mjög mikilvægt. Síðan erum við að horfa líka til framtíðar. Bara hvernig viljum við að samfélagi verði fram á við? Og þar auðvitað á sama hátt erum við að horfa það að við viljum að heimilin verði miðpunkturinn í framtíðinni. Þannig að fólkið verði aðalatriði á þeim aðgerðum sem við ætlum að grípa til. Auðvitað, samfélagið byggir á því að fólkið hafi atvinnu og að það sé verið að borga góð laun fyrir þau störf sem það að sinna. Þannig að hvernig náum við því og hvað viljum við gera til þess að það sé hægt og þar auðvitað komum við að því að horfa í þessa atvinnusköpun. Við búum auðvitað gríðarlega vel núna við þessar aðstæður að ef við horfum á svona það hrun sem við lentum í fyrir rúmum áratug að þá var samfélagið gríðarlega skuldsett. Nú erum við auðvitað að fara inn í aðstæður þar sem að samfélagið fjárhagslega miklu sterkara en þá. Ríkissjóður auðvitað vel rekinn og innviðirnir á mun betri stað heldur en var á þeim tímapunkti. Já, þó að ríkissjóður fyrir síðastar hrun væri þokkalega vel stöndur, skuldalega séð, þá var henni þjóðfélagið mjög skuldur til þess að. Já, nákvæmlega. Sem einmitt ekki tilefni núna. Og það ekki, nei, nákvæmlega. Nú ekki einhver baggi að lenda á samfélaginu heldur. Það bara staðan töluvert betri fjárhagslega. Þannig að það auðvitað sem við erum að horfa á þau atriði sem hægt að grípa til. Það hægt að fara í fjölmargar aðgerðir til þess að skapa störf og við erum að tala að við viljum fara í meiri uppbyggingu og innviðum. Þannig að við þekkjum auðvitað bara ferðaþjónustuna, hvernig hún hefur verið að allir þessir vinsælustu ferðastaðir sem að ferðamenn vilja heimsækja. Þar hefur skort verulega á aðstæður til þess að taka móti þessum fjölda og nú erum við bara í gríðarlega góðri stöðu til þess að fara í aðgerðir til þess að undirbúa okkur á fyrir næstu lotu þegar að ferðamannaðinaðurinn fer á flug aftur.
hluti af þessu líka að grípa til aðgerða til þess að búa til störf til framtíðar með þá nýsköpunar og tækni greinum, af því að nú við búum í þannig samfélagi þar sem að við erum með bara gríðarlega hæfileika í samfélaginu sem að við getum nýtt á marga vegu, og okkur langar svolítið að sjá hvernig tökum við í raun og veru nýsköpun á annað stig í samfélaginu. Það sem átt alltaf að vera fjórða stóðin hérna fyrir rúmum áratug síðan, að vera tveimur stefnir í það. Já, einmitt. Bara hvernig komum við fólkinu svona almenningi í nýsköpun? Af því að nýsköpun ekki bara rannsóknastofu vinna heldur. Þetta þetta bara nánast allt sem við erum að gera í samfélaginu á hverjum tíma. Að prófa einhverja nýja leiðir og þannig. Þannig að setja á laggirnar samfélagssjóð eða nýsköpunarsjóð sem að væri nær sveitafélögum þar sem að atvinnu skortir og fara að grípa þannig til verkefna sem að væri hægt að búa til þar sem að atvinnuleysi mikið en hægt að fara í ný störf á þeim svæðum. Þannig að svona og síðan auðvitað hvernig rafvæðing bílaflotans, almenningssamgöngur, hvernig getum við unni með það og nýtt þennan tíma til þess að byggja okkur þar upp. Síðan auðvitað erum við að horfa líka til fleiri þátta, við erum að horfa bara í grunnstóðurnar, fiskvinnsla hér heima, sjávarútvegur náttúrulega ein af meginstóðum atvinnulífsins, en við erum samt sem áður sem samfélag að senda gríðarlega mikið af óunnum afurðum úr landi í stað þess að í raun og veru fullvinna í meira mæli, og þar getum við skapað töluvert mörg störf og auðvitað nýtt nýsköpun til þess að auka verðmæti þess afla sem við erum að senda úr landi. Þannig að þetta eru mikil tækifæri í þessu. Síðan auðvitað horfum við til þeirra þátta, til dæmis varðandi vinnutíma, styttingu vinnuvikunar. Núna þegar að við sitjum í þeim aðstæðum að okkur vantar störf, það semst atvinnuleysi að aukast, að þá auðvitað gríðarlega gott tækifæri til þess að grípa til og stytta vinnutíma þá, og sérstaklega þeirra hópa sem eru að vinna líkamlega og andlega erfið störf, framlínustarfsmenn og framlínustörf og þess áttar vinnu. Ég held að við séum í raun og veru þeirri stöðu akkurat í dag að við getum fara að grípa til og reyna að stytta vinnudaginn verulega og skapa störf á samtíma. Við málum aðeins upp nýsköpununa og þetta umhverfi sem við erum að stíga inn í núna í fjórðu iðnbyltingunni. Þetta eru nýjar aðstæður fyrir nýsköpun sem hvernig minnist á að færa nýsköpun til fólksins. Fjórða iðnbyltingin snýst dálítið það svona aðgengi sem einhvern veginn virkar fyrir alla. Þú geti kannski málað með þessa mynd fyrir okkur svona á svona einkennum fjórðu iðnbyltingarinnar. Það var það vel þið. Sko, það sem að gerast núna tengt þessari fjórðu iðnbyltingu að þetta náttúrulega það samankomin margar tegundir af tækni sem að einhvern veginn síðustu ár hafa orðið tilbúnar, og þá kannski getum við fremst í flokki að tala gervigreind, við erum til dæmis að tala hluti eins og CRISPR sem bara allt annur tækni, erfðatengt tækni og bara við getum haldið áfram með sýndaveruleikann og allt þetta. En það sem er að gerast akkurat núna hjá fólki og fyrirtækjum að það í rauninni bara heimurinn svolítið að keppast að búa til nýja þjónustu úr þessari tækni. Já. Og það nú þannig að ef við horfum samt á heiminn að þá eru þjóðurnar misvel í stakk búnar að kljást við þessa fjórðu iðnbyltingu, og það alveg klárt mála að við hér á Íslandi erum vel í stakk búin og já. Bara virkilega bæði nýjungagjörn og fljót til, en líka bara tæknilegir innviðir og allt þetta bara eins og best gerist í heiminum,
Þannig að við höfum allt til brunns að bera að bara svona svolítið ráðast á þessa tækni og þessa nýsköpun til að koma vel út úr þessu. Aftur á móti verða kannski ykkur að þjóðir bara svolítið langt eftir á bara hreinlega ennþá að standa í rafvæðingu eitthvað slíkt sko. En við höfum þetta tækifæri í höndunum og rétt eins og kom fram rétt áðan að þá er nýsköpunin allra, þú veist, hún byrjar bara hjá einstaklingunum og það eiga allir að geta skapað og ég deila alveg þessum áhuga að við náum nýsköpuninni til sem flestra, bæði hér í borginni og á landsbyggðinni og óbúðslega mörg tækifæri og mér finnst bara kannski ef við horfum bara aðeins inn í hvar við erum sterk, við erum alveg sterk á sérsviðum og þar eru náttúrulega þessar típisku greinar eins og sjávarútvegstækni og heilbrigðistækni og líftækni ofarlega en ásamt leikja bara töluleikjagerð. Upplýsingatækni líka nokkuð sterk þannig að við erum rauninni eigum að vera svolítið að spila þessi sérsvið og fá kannski fleiri inn í þessi mengi ef að hægt en svo má heldur samt ekki takmarkaða við það. Þú veist, það líka, þú veist, hver sem hvar sem á að geta nýtt okkar innviði og okkar tækni til að, eða þessa tækni sem að komin til að skapa eitthvað algjörlega nýtt og það allt galopið fyrir það. Þetta bara mjög spennandi tímar. Matvælaframleiðslu, wasabi framleiðsla á Austfjörðum og innanakkur þar líka og fyrir að vera að hugsa avokado framleiðslu á Vestfjörðum því að það passar vel laxinn og svo leiðis. En eitt sem að hefur verið minnst á svona í þessari í kófinu núna að það fór alltaf flegiferð með fjárfundi sem að var eitthvað svona sem að var búið að vera ákveðin tókstreita gagnvart varðandi heimavinnu og þess áttar að það væri nú ekki hægt sko, að fólk alltaf að koma og mæta og svoleiðis en einhvern veginn þá bara hurfu þær hindranir í þessu ástandum og velti ég alltaf fyrir sig hvort að sko, ef ég horfði alltaf á stjórnsýsluna þá var rosalega mikil áhersla á svona netvæðingu vef 2.0 og svoleiðis fyrir hrun sem að hvarf síðan eiginlega alveg og bara staðnaði og þetta virðist vera að setja allt í gang aftur á þeim stað og ekki bara með stjórnsýslunar þar sem að allt í einu var lagt fram fullt af auka pening í rafvæðingu stjórnsýslunar en heldur líka þessi menningarmunur allt í einu sem að kemur í það að allir og amma þeirra hafa verið á fjárfundum og þeir eru ekkert vandamál sem slíkt og hvaða svona hraðall þetta ástand fyrir svona hvað tækifæri þar að finna? Já, ég verður að segja, ég það klikkuð að þegar þetta fór að stað þá hugsa ég, já, nú gerist eitthvað svakalegt. Við erum mannesku sem með mjög mikið áhuga á tækni og nýsköpun, þá þetta svona bara, wow, þetta virkar algjörlega sem einhvers konar hraðallinn í þetta og einmitt að allir séu bara orðnir vel færir í nota Teams eða Zoom eða hvaða nú að nota þessa fundaþjónustu bara hefur verið algjörlega stórkvæslegt og opnað upp alveg ný tækifæri meira að segja sko hefur maður átt að sjá því að allt í einu orðin styttra milli okkar og landsbyggðinar höfuðborgar og landsbyggðar og það náttúrulega alveg algjörlega frábært þú veist, ég held að ég sé mörg tækifæri því en líka bara í þessu blessa COVID-máli þú veist, að þá sjáum við líka að þeir sem voru búin að undirbúa sig með því að stafræna sína ferla til dæmis í verslun að þeir voru bara miklu betur settir heldur en aðrir og það náttúrulega bara ég held að mjög margir hafi einhvern veginn bara vaknað upp við það bara óguð, nú þarf ég virkilega að gera eitthvað í þessu að þetta bara var mjög eye-opening myndi ég segja ég sé fyrir alveg fyrirtæki sko, framtíðarinnar bara eftir bara nokkra daga í rauninni þar sem að þú ert ekki með fasta starfsstöð það er bara hver á sínu heimili sem þá allt í einu heimilið orðið starfsstöð sem að breytir kannski dálítið svona hvað var þar einkalíf okkar og ýmislegt svoleiðis og aðstaða eins og til dæmis bara þessi verður
meira meðstöð. Þetta gert til dæmis í Svíþjóð og þar eru svona öll sveitafélög eru með fundar aðstöðu fyrir félagasamtök eða saumaklúbb eða bara hver sem vill panta, að þá þar aðstæða til þess að koma og hittast þegar að fólk það getur ekki nauðsynlega þá verið í kannski fjarfundarsambandi eða einhverju þýðingu. Þá verða fyrirtækin miklu dreifðari. Það myndi hafa rosalega áhrif til dæmis á umferðina og þessi og tilgang okkar í því að byggja upp þess áttar mannvirki. Þannig að það svona áhugavert að skoða hvað þessar breytingar og hvað það sem liggur svona frammi fyrir okkur á næstu árum, möguleikanir þar að taka eina stefnu umfram aðra, gætu haft áhrif á ákvarðanir í uppbyggingu í innviðum og þess vegna svona sló ég aðeins augum í nýsköpun og tækni hlutan og svona réttindin á vinnumarkaði sem var verið að fjalla í réttu leiðinni og mér fannst það svona á vissum tímapunkti þegar ég var að skoða svona umfjöllun sjálfvirknivæðinguna að allt í einu hætti sjálfvirknivæðingin að verða meiri sjálfvirknivæðingu. Hún var þarna fyrir svona verkafólk að einhverju leyti og gerði svona ákveðin störf auðveldari og fólk geti nýtt að vera styttri vinnutíma og ýmislegt svoleiðis. En svo einhvern veginn eins og var ekki gert ráð fyrir að það meiri sjálfvirknivæðing í kjölfarið af því. En það kannski bara tímaraminn sem ég var að horfa á. Þannig að þetta var svona, mér fannst það vera áhugavert af því að ég get alveg séð fyrir mér eftir ekkert svo rosalega langa framtíð á næstu 20 til 50 árum síðan, eitthvað slegist, þá ertu komin með í rauninni framleiðslu markað, ekki endilega vinnumarkað, þar sem að sjálfvirknivæðingin sér að búa til allan mat sem við þurfum. Það kemur engin verkamaður með hönd þar á. Öll föt og jafnvel húsnæði eru bara smíðuð af róbótum og svo framvegis. Það gerur svona 3D prenta hús í Kína til dæmis. Koma voðalega fáar mannshendur þar og hvernig samfélagi eru að stíga út í varðandi þá þróun? Hvernig eignarhald sem erum verið að fjalla í réttu leiðinni, hvernig eignarhald að safnast öðruvísi fyrir á þann hátt og hvernig þetta komið í veg fyrir einmitt þetta sama gamla í rauninni ég ætla ekki að segja rifrildi en það svona nær því sama gamla deila í rauninni samansöfnun á veraldlegum gæðum í þessu umhverfi sem átti þessi stað fyrst bara í náttúrulega iðnbyltingunni með verksmiðinu og svo framvegist að þá voru samt verkamenn en núna í þessari framtíð verða ekki verkamenn og við erum á einhvers staðar mitt á milli að stíga inn í þá framtíð úr þessari samtíð þessari sömu deilu. Hvernig hvað gerum við? Já. Þegar stoltur spurt. Þegar stoltur spurt sko. Nei, ég held að ég meina eins og við vorum að tala að þá þessar aðstæður sem við erum að upplifa núna það auðvitað ýtt okkur rosalega áfram á ákveðnum sviðum. Já. Og ef ég tek aðeins upp boltan varðandi einmitt vinnustaðina bara hvernig munu vinnustaðir framtíðarinnar þróast munu þetta hafa áhrif á það einmitt hvernig við ætlum að byggja vinnustaðin upp ætlum að dreifa vinnu út á heimilin eða verður þetta með fyrri hætti eins og það var meira maður veit það ekkert alveg en auðvitað þetta tókst í ákveðin tíma að færa vinnuna út af vinnustöðunum inn á heimili fólksins og auðvitað bara í mikilli flýti við tókum mjög mörg risaskref auðvitað í að nota tæknina til þess að hittast og eiga þau samskipti sem við þurftum að gera en það eru þetta ákveðin vandamál við þetta og ég held að þetta muni svo sem ekki hafa endilega varanleg áhrif á allt sem við gerum hvað varðandi rekstur fyrirtækja eða störf í landinu eða í heiminum en klárlega mun þetta valda því að við munum meira nýta svona fjarvinnu lausnir og annað þvílíkt alveg klárlega. Ég velti fyrir mig hvort það séu vandamál út af því að þetta stangast á við hvernig við gerum hlutina venjulega en ekki hvernig við gætum endilega að gera hlutina.
Já, auðvitað getur það að vera hluti af því, alveg klárlega. En það er líka ákveðin svona bara hættumerki sem að við þurfum líka að tryggja að verða ekki vandamál í slíkum aðstæðum ef maður horfir á þetta frá sko, verkalýðs hliðinni. Við þurfum auðvitað að tryggja að aðstæður fyrir vinnandi fólk séu ásættanlegar og allt það sko. Og þær áskoranir geta orðið auðvitað töluvert miklar. En já, síðan innan framtíðina bara nákvæmlega. Ég hef svo sem ekki svari við þessari spurningu nákvæmlega. En kannski Ragnheiður hafi það. Já, ég sko með svarið þessu. Nei, sko máli Ég með tillögu en ekki einhverja svar. En sko, það sem ég finnst svolítið merkilegt við tímana núna og þú veist, ef við horfum eitthvað langt fram í framtíðina, þú veist, kannski 10, 15, 20 ára, þá held ég á þessu tímabili núna næstu árum munum við sjá miklu meiri svona umbyltingu, meiri disruption eins og það stundum kalla. Það sem að við erum, þú veist, sko, mér er svo oft gott að bera þetta saman, sko, hvað er nýsköpun og hvað er umbylting, sko, nýsköpun er kannski eitthvað sem að þú ert á að taka eitthvað sem er frekar hefðbundið og breyta í soldið, þú veist, verulega en soldið. Snjallsíminn er kannski umbylting. Já, að einhverju leyti, þú veist, það var að tekur síman og umbyltir þeim, Það er alveg samfélagið fyrir og eftir snjallsíma er akkurat. Það er mikill munur. Og það sem mér finnst til dæmis gott að, þú veist, segja, sko, er að sumt í okkar kerfi, hvort sem það er, þú veist, tækni eða viðskipti eða menntakerfi eða hvaða nú er, þá held ég að það sé bara stundum svolítið holt og ég held við förum svolítið mikið inn í þá æfingu núna næstu árum að sko horfa á hlutina, segja svolítið bara, heyrðu, ok, mér er gott að koma með dæmi menntakerfið. Grunnurinn að þessu en þú veist, ef að sko segjum að við værum ný þjóð og fengjum að hugsa menntakerfið alveg upp og nýtt, bara með hvítt blað, þá værum við loksins farin að horfa á hlutina umbyltandi, ekki bara, þú veist, tjasla við það sem fyrir er. Og það er, held ég, svolítið það sem við þurfum að æfa okkur í. Við þurfum að æfa okkur í að horfa svolítið hlutina algjörlega með nýjum augum, algjörlega eins og við séum með hvítan kanvas, bara, ok, þú veist, já, eins og þetta, menntakerfið. Ef við værum í þjóð og búið til menntakerfi, litið það þá þannig út að það væru 30 börn og 1 kennari, sko, eða værum að gera eitthvað allt annað. Og þetta er bara svo holl hugsun í svo mörgu og maður sér viðskiptin vera að taka þetta upp ítrekkað á síðustu árum og það mun vera áfram. Ég er alveg sannfærð það. Leiðarljósið mitt, þarna er dálítið bók eftir Neil Stephenson sem heitir Diamond Age, Ladies Illustrated Primer, það var undir titilinu eitthvað slegis. Og þar fjallar einmitt rauninni barn sem er með kennslutæki sem er að mestu leyti gervigreind. Það sem að ákveðin kennari eða leikari getur svona stigið inn í viss hlutverk þegar að stoppar einhvers staðar eða eitthvað slegis, en allavega þar umhverfið þar er á allt öðrum forsendum ef við heldur en einn kennari 30 krakkar og sem sagt það sem að ég tekt aldrei út úr þessu er nú erum við eins og segja tala fjórðu innbyltinguna og það er aldrei langt síðan tölum fyrstu, aðra og þriðju og svo frá eins en það er kannski, það er ekki langt í 50, bara mjög stutt í rauninni og það er aldrei einkenni þessara tækni þróunar sem að við kannski er vandamálið á næstunni er að tækniþróunin gerist orðinum hraðar og miklu hraðar heldur en að kynslóðaskipti verða í samfélagi og menningar breytingar í samfélaginu. Fyrir ekkert svo mörgum árum að þá gastu verið viss það að þegar þú fæddist í heiminn að hann leit alveg bara nákvæmlega eins út og þegar þú kvættir hann breyttist rauninni sama og ekki neitt. Núna ertu með breytingar bara á 10 innan kynslóða og það býr til ákveðin svona kynslóðabili sem kallast digital divide sem er bara smáminnur með það sem við erum að koma sjáum bara nú þegar og jafnvel á næstu árum og spurningin er hvort að hvernig sem sagt
náum við að halda við þessa tæknitrónu, því ég var allavega þá svona tilfinningu að hún gerist sama hvað. Við ætlum ekki að hætta, við ætlum ekki að segja, snjallsíminn, það var bara frekar slæm hugmynd, hættum því bara. Eða internetið, nei, það er nú bara alveg bóla, við bara spólum bara til aftur tilbaka og förum aftur á tíma bara það sem að var bara línuleg dagskrá eða eitthvað svo leiðis í sjónvarpinu eða bara fyrir tíma þriðju innbyltingarna, hvað sem það ekki að fara að gerast, þannig að óhjákvæmilega gerist þessi tækni framþróun og við þurfum einhvern veginn að ná að fylgja stað, en við erum vön að því að vera í þessu fasta fari verkalýðsbaráttunar, menntakerfisins og svo framvegis sem að þarf samt líka að aðlagast og þetta eru svona áskorunir sem maður sér og þess vegna fannst mér rosalega áhugavert þegar að ASÍ kom núna með þessa tillögu réttu leiðina að sjálfsögðu áttu það að vera stjórnvöld sem komu með leiðina hvað stjórnvöld að hugsa hvernig planið þar en bara vandamáli virðist vera að stjórnvöldur ennþá föst í 2000 fyrir síðasta hrun hafa ekki komist yfir efnahagshrunið eins og það var bara eru ennþá á samstað á meðan mikið af samfélaginu í kringhjör aftur á myndi náða að hoppa yfir og komast á stað aftur þess vegna það ASÍ sem fyrst með tillögur það hvernig leiðan á að koma þess vegna við að reyna að koma hugmyndum fjórðu innbyltinguna í almenna umræðu og hvað þá inn í stjórnsýsluna eða inn á þing þannig að En auðvitað hefði maður vilja sjá að stjórnvöld hefðu komið mjög sterk inn varandi svona framtíða sína hvaða aðgerðir ætlum við að nota til að komast áfram og auðvitað var hluti af því eins og ég fór yfir áðan að rýna í bara svona bráða aðgerðir til að redda stöðunni eins og hún var en auðvitað skiptir þetta gríðarlega miklu máli hvað ætlum við að gera í samfélaginu varandi einmitt menntunarmálin hvernig ætlum við að bregðast við í menntun ætlum við að nýta okkur núna þessa stöðu til þess að efla það stig samfélagsins verulega og hvernig ætlum við að bregðast við til þess að koma fólki úr skólum í starfsþjálfun út af vinnumarkaði og koma þeim síðan út af vinnumarkaðin þarna hefði maður alveg vilja sjá stjórnvöld stíga sterk inn strax og að því að maður veit alveg að það líka örugglega undirbúa einhverja svona vinnu hinga til en þarna samt sem áður þarf þetta að gerast þetta í sátt við þann markað sem við erum að vinna á vinnumarkaðinn í sátt við verkalýðshreyfinguna og allt það en já, ég myndi vilja sjá að það yrði bara lyft grettistaki því að stíga sér skref áfram til þess að bregðast við og koma með góða sterka sýn fram á við og þannig pakkinu tilbúin fyrir stjórnvöld til þess að vinna út frá það það sem að okkar hlutverk í þessu að sýna hvað þarf að laga Já, það náttúrulega mörg tækifæri líka núna það sem að mér finnst fyrst og fremst vanta eiginlega hugrekki það eiginlega bara það og við erum náttúrulega bara manneskjan bara rosalega hrædd við að breyta ég reyndar ekki eina af þeim Nei, ekki heldur það alveg rosalega margir hræddir við að breyta og fara úr farinu sem maður vanur í og maður skilur það er ákveður ekki því en í þessu umhverfi sífelldra breytinga sem bara óhjákvæmilegt stríðir aldrei held ég á móti svona mannlegu eðli sem að bara ef við förum í þróunarkenninguna þá einmitt eru kynslóðir til kynslóðir með sama umhverfi, sömu hefðir, sömu hegðun sem gjörsamlega verið að róta fram og tilbaka íhaldsfólkurunni þetta eru örugglega hryllingstímar íhaldsfólks á næstunni þar sem að bara breytingarna koma bara sama hvað Já. Og þetta náttúrulega það sem að náttúrulega mikið talað að allt sem snýr að skapandi hugsun, gagnrýni hugsun og tilfinningagreind siðferði, við þurfum alveg að vera alveg á fullu að kenna börnunum okkar þetta, og samvinnu frekar en samkeppni og allt þetta og mér finnst til dæmis ábúrslegt hugrekki hjá finnunum að þora að segja bara í grunnskólakerfinu við erum bara hætt með próf bara cut
Myndu bara Finnunum, hugrekki á Finnunum. Já, af því að þessi myndavél hún sleppur stundum á sér. Já. En þið ættu að vera góð núna alveg til enda. Okay. Já, það var óbúslegt hugrekki hjá Finnunum. Það setja í gang aftur. Segðu hvernig þið byrjuðu, ok. Örstuðir teknaveruleikar, Finnarnir voru gríðarlega hugrekkir. Já, það að þeir skildu þora að taka grunnskólakerfið og segja bara nú erum við bara hætti með próf og við ætlum bara að leggja áherslu á samvinnu frekar en samkeppni og þau trúðu það bara að prófin byggju til samkeppnina og hafa farið náttúrulega mikið hort til þeir að fara alls konar óhefnbundna leiðir í sinni kennslu sem ég finnst alveg aðdáunarvert að horfa á en þetta er ekkit annað en bara brjála hugrekki að þora að gera þetta og ég held að við þurfum svolítið bara að fara að efla hugrekkið í okkur það er alveg eitt af því en svo er þetta líka já ef við horfum 20 ár fram í tíman að þá er bara pott þetta við erum ekkert með þennan vinnudag lengur þetta verður einhvern veginn allt öðruvísi og hvernig við undirbúum okkur fyrir það er eiginlega algjörlega hulin ráðgáta fyrir mér mér finnst það svona þetta er alveg svakalegt en ég verð samt að segja við erum 360.000 manns á lítilli eyju og við erum alveg óbúslega mikil hjarðhegðunar þjóð þannig að ef einhverjum tekst einhvern veginn að elta þessa línu finna einhverja leið og eitthvað þá held ég kannski að mögulega getur við Það eru hvað 200 ár síðan fyrsta baráttan 8 tímar þessari þrískiptingu í vinnu 8 tímar í svefn, 8 tímar í vinnu 8 tímar fyrir sjálfan þig 200 ár síðan það var og að meðaltali þá vorum við komin í það árið 2012 hérna á Íslandi hversu langan tíma að taka að þú veist rauninni fá þá framleiðslu getu í þau lífskeiði sem að við erum að keppa staðum miklu og að taka önnur 200 ár það er ekki held ég að fara að gerast Þetta tekur alveg óbúslega langan tíma að komast þarna áleiði það er bara þannig en ég veit ekki hversu langan tíma þarf að taka en auðvitað er þetta maður hugsar alveg þetta þegar þú talar einmitt að fara út fyrir kassan þetta tekur alveg mikið á líka fyrir fólk að sjá bara hvernig munum við vinna hlutina og hvernig á að meta alla hluti talandi menntakerfið einmitt síðan að við svo sem erum nú þegar búin að stíga skref á sumum sviðum einmitt í kennslu að það er ekki próf í öllum skólum það er oft verið að meta bara árangur jafnóðum og við erum líka komið með þannig fyrirkomulag eins og í tækniskólanum í Reykjavík að þar er í sumum deildum allan að vera að vinna bara verkefnabundið nám þar sem að einstaklingurinn ræður hraðanum og þetta eru gríðarlega spennandi leiðir til þess að vinna með af því að þarna er einstaklingurinn þá að vinna þetta bara út frá sínum forsendum á sínum hraða og ef hann getur komist hraðar yfir efni þá gengur það en samt sem að það eru auðvitað alltaf einhver ákveðin rammi í kringum þetta og það eru auðvitað það sem að skiptir miklu máli að það sé hægt að meta síðan færni og getu í kjölfarið þannig að En skiptir það miklu máli að ég er ekkert alveg sannfærð við erum óbúslega föst í þessum réttindum ég hugsa stundum bara eftir 10 ár eða 15 ár eða 20 ár verðum við ennþá að pæla í þessum réttindum ég veit ekki hvað er réttindum þá nákvæmlega? Bara við förum í nám auðvitað mér finnst gott að taka rafvirkja réttindin til dæmis að þetta eru stórhættuleg störf og þorum við að hafa þetta þannig að þau fá ekki rafvirkja réttindi ég meina ég veit að iðnskólinn hefur lent í smá vandræðum með þetta þeir hafa viljað gera einhverja braut rafbraut sem að glímir við lægri spennu til dæmis en það hefur verið vandamál að koma því í gegnum starfsgreinadótið og alls konar þess aftar þannig að það er tímalaust ákveðin tókstreita í kerfinu eins og það er uppbyggt af því að kerfið
eins og það uppbyggt vant því að halda sínu, vera alltaf íhaldsamt upp á framtíðin, en breytingarnar koma samt. Já, en auðvitað í þessu efni líka, auðvitað skiptir að máli hvað við erum að tala sumar greinar eru bara þannig að einmitt, við erum að tala bara líf og heilsu einstaklinga sem eru að nota búnaðinn og að sjálfsögðu munum við þurfa að hafa alltaf þess að mæli stiku á það hver færni og geta og þekking viðkomandi sem að vinna í þessu og það ég aðeins meira þar og við Viltu náttúrulega bara sem neytandi hafa ákveðu öryggi að sá sem þú kaupir til þess að gera við pípulagningarnar hjá þér eða eitthvað slíðis að viti hvað hann að gera skili góðu verki og nákvæmlega en þetta náttúrulega líka ef maður horfir á þetta að þá eru sumstörf alveg rosalega óörugg og við verðum að passa óbúðslega hvernig við vinnum hlutina en svo kannski bara, nú ætlum ég bara að nefna eitthvað allt annað eins og tölvunarfræði, verður það til, eftir nokkur ár, ég meina, verður ekki bara allir krakkar bara með þetta hreinu, Við förum í Isaac Asimov bara, það allir bara með starffræði og Ok, ég komið langt út í bóksi, en samt, og robotasálfræði. Já, en mögulega þurfum við líka að fara svona endurskilgrina, hvað eru störfin sem virkilega þurfa réttindi, hvað ekki, hvernig erum við að fara að kenna, ég held að við erum miklu meira með símenntun og það að við séum að læra bara jafnóðum, ég held að háskólar, ég meina, nú verða háskólarektor vinir mínir alveg brjálaðir en ég held að þeir verða ekkit endilega svo mikið til eftir 20 ár mögulega verður eitthvað allt öðru formi vel mögulega mér finnst rosalega gaman að taka dæmi hafnaverkamenn sem að þegar gáman komið þá allt í einu urðu hafnaverkamenn tilgangslausir en í gegnum svona sitt stjættarfélag og svoleiðis að þá fenguður það í gegn að gámnum var landað á höfnina og þar báruður úr gámnum yfir í næsta gám sem var settur á vöruflutningabílinn og svo gert í burt. Þetta gekk einhver 2 ár einhverju höfnarna í einhverju stærri Bandaríkjunum þangað til að fólk bara, nei, þetta gengur ekki svona, auðvitað setjum við bara gáminn beint á vöruflutningabílinn og kerum í burtu og munkar þegar prentvélin var búin til þá misti allir munkarnir vinna að skrifa en við viljum ekkert spóla tilbaka og fá munkarna aftur að skrifa bækurnar okkar það það sem við sjáum til líka gerast í þessum innbyltingum statustöðut og í þessari tækniþróun að störfin sem að glatast sem eru tvímælalaust einhver þau eru að glatast hraðar nýju störfin sem verða tvímælalaust til líka það eru fullt af tækifærum og þau eru skamlífari heldur en störfin sem að þau tóku við af og ef maður bara spólar það aðeins áfram í hausnum hversu lengi hversu langt verður þangað til að nýju störfin sem að koma að það mun bara taka ár eða eitthvað svoleiðis þangað til að þau störfur orðina alveg gagnslaus í rauninni fyrir mannfólk sem slíkt og þar kemur náttúrulega símenntun og endurmenntun skiptir mjög miklu máli þar algjörlega, ekki spurning samfélagið á næstu árum verður hvort að þetta fer í þetta mikinn veldisvöxt á hraða veit maður ekki, hvort að sem sagt við séum í rauninni takmarkandi svona faktorun í hraðanum á sem sagt tæknivæðingunni og að lokum sé það í rauninni menningin okkar og sem sagt samfélagið sem að bremsar hraðan af og segir okkur að anda aðeins dýpra og taka þessu aðeins rólega. Ég veit ekki hvort að það verður þannig eða hvort að tækniþróunin yfirtekur okkur. En síðan þurfum við ekkert nema einmitt svona áföll eins og við erum að upplifa núna sem geta breytt þessari þróun allverulega í sami hvað átt það er. Hvernig verður einmitt ferðaþjónustu bransinn hér eftir? Mun fólk fara að ferðast aftur? Að öllum líkindum, já, það er mjög líklegt til lengri tíma. En verða lággjaldaflug? Einmitt, verða þau til staðar eða mun kostnaður við flugsamgöngur aukast? Hvernig spilar síðan inn í grænisáttmálunum að ná loftslagsmarkmiðum í kolefniskvótana sem að flugfélögin geta notað útrýmið það lágflugfargjalda flugfélögum eða breytist það einhvern annan hátt verða meira settur fleiri lestar til dæmis sem fara heimsvarnan á milli eða hvernig þróunin
þegar maður hugsar þetta þetta þennan átt, þegar maður hugsar sér sko tækni framfærinar sem við erum bara að glíma við núna í fjórðu iðnbyltingunni og koma henni í gagnið þessar menningar, svona breytingar sem að fylgja því og svona COVID og réttu leiðina út úr þessu, þá sér maður líka fyrir sér hvar vettvangurinn fyrir það að mála framtíðina eftir 15 ár og segja allt í lagi, við ætlum að ná þangað. Núna byrjum við að búa til planið það hvernig við náum til dæmis niður í 35 stundavinnuviku sem við ætlum að búin að vera að ná eftir 15 ár. Mér finnst það einhvern veginn vanta kannski í heildar svona hugsununa, hvort það verður að ná því og einhvern hátt veit ég ekki því að við erum með þessi skemmtilegu svona hólf, svona menningarhólf, pólitíkin annars vegar, atvinnuveginir hins vegar og verkalýðs baráttanna síðan og einmitt háskólanar og menntastofnunar sem eru margir í sínum kassa að gera sína hluti og smá saman svona tölt þetta einhvern veginn í einhvers svona skrikkjóttum takti eða eitthvað slegis. Hvernig væri hægt að gera þetta á svona strömlínulegaðri hátt og ná þessum svona lífskeiðum í rauninni, sjáðu hvernig við búumst við að séu eftir 15 ár og hvernig við getum saman málað leiðina til þess að komast þangað. Já. Það mér svarar þessu. Nei, fólk þarf að tala saman, kannski í fjárfundum, ég veit það ekki. Ég held nefnilega, ég alveg ein af þeim sem vona heitt og innilega að þetta COVID-ástand til dæmis gerir það að verkum að við förum ekki nákvæmlega sama farið aftur tilbaka, Það er alveg hægt á því að gerist, Það er svo þægilegt að bara gera alltaf eins og maður gerði áður, að keyra bara í hjólförunum. Algjörlega. En það sem að, þú veist, ef við tökum til dæmis umhverfisþættina, þá er þetta náttúrulega líka, maður núna erum við með gögnin sem sýna hvað gerðist við COVID og svo þegar að fólk fer aftur af stað, hvernig það stígur upp aftur og hvort við stígum alla leið eða ekki. Og ég er mjög forvitin að vita hvernig þetta gerist. En varðandi svona 15 ára markmiði, mér langar bara að segja það að við Íslendingar erum alveg hræðileg í að setja okkur markmið. Við erum með fókus út allt og ég nú bara mikið tala fyrir því að við setjum okkur einhvers konar markmið. Maður horfir á til dæmis þjóðir eins og Noreg og Danmörku til dæmis eru mjög góð í að setja sér markmið og minnst til dæmis gott dæmi með Danmörku þegar ákváðu bara að vera best í vindmyllum og bara gátu það, þú veist, með þjóðir eins og Þýskaland og Holland við hliðina á sér og maður hugsa bara þú veist, það að setja sér skýr markmið með, þú veist, einhver tíma að segja bara eftir 15 ára ætlum við að vera best í einhverju, þú veist, eða ætlum við að gera eitthvað saman, það stillir þjóðir rosalega vel inn á eitthvað kurs og þá fara segjum til dæmis að við ætlum að vera best í gervigreind 2035 að þá myndum við segja hvað þýðir það sem þjóð? Jú, stjórnvöld fara inn á þetta, menntakerfi fyrir inn á þetta, atvinnulífi fyrir inn á þetta og allir fara að vinna saman að þessu markmiði en og það sem við myndum líka gerast er að við myndum senda frá okkur einhver skilaboð út til alheimsins og segja, heyrðu, við ætlum að vera ógeðslega góð í þessu, þið til að vera með og þetta er bara svo sterkt og þú setur ekki mann á tunglinn ef það sé einhver markmið en það sem við erum svo hrædd við er að við sem að velja eitt frekar en eitthvað annað og við erum svo hrædd við þetta að velja eitt frekar en eitthvað annað og ég hef sagt það er heldur ekkert sem segir við verðum að velja eitthvað eitt við megum alveg velja og það má alveg vera ramt við sjáum það eftir því sem að þróast hvort það sé stefnir rétt átt ekki og þá má skipta og beygja þar á það má breyta er þetta ekki líka svolítið þetta einmitt að það er alveg rétt við erum mjög slæm í stefnumótunar vinnu svona almennt og síðan að fylgja stefnunni þetta verður oft svona ákærslega hjá okkur og ef maður horfir bara eins og á pólitíkina ég meina ef við ætlum að ná einhverju breytingu þá kemur yfirleitt á svona 4 ára fresti allavega einhverju flott stefna sem að flokkur ætlar að keyra á oft svona í enda kjörtímabils kannski þannig að við þurfum að ná þessu í raun og veru nær öllum í samfélaginu ná samfélaginu í einhverjar
stefnumótandi breytingar fram á við sem að allir geta tilenga sér ekki einhverja afmarkaðir hópar sem að þannig ég held að fara dýbrón í samfélagið og ná svona hópnum með að þá gætu við þurfum við að ná stefnu fram á við. Ísland hefur verið alveg svona hvalreka samfélagi, hvalreka efnahagskerfi hefur kallað það sem að það var þarna orkan þegar álið kom fyrst og sjávarútveginn náttúrulega síldar ævintýrið og makrillin þegar komið og ferðamennið komið bankanir og slúðis, þetta var allt svona ákveðin hvalreki sem að bara hrúaðist yfir okkur og óhjákvæmilega sprakk í andlitið á okkur og þetta eitthvað sem þar kemur nýsköpuninni, þar kemur hugsunin það að nýsköpun yrði fjórðastóðin, yrði stærsta stóðin í rauninni þannig að þegar það koma sveiflur í álverðið eða raforkuverðið eitthvað slúðis þá springið ekki í andlitið á okkur af því að það er innra með sér sveifni í efnandi hefur bara áhrif á hluta af öllum nýsköpun að geranum þar undir en þetta er svona held ég alveg kjarnin í vandamálum okkar og þess vegna var svo gaman að sjá þessa tillögu sem er með alveg eftirlit upp í tímarama upp í 2022 sem er þó kannski stuttur tími en í núverandi ástandi er hann ansi langur og við erum að klíma við það í stjórnsýslu allavega að stjórnvöld geta sett sér fjármála áætlun til 5 ára einu sinni þannig að þetta var svona ljós í myrkrinu og mjög gaman að sjá þetta og ég ætlaði bara kannski að klára mitt á þessu við taka kannski örfá loka orð þá væri það svona vel þegið svona hvar endum við út úr þessu kófi? Já ég held að já þetta ekkert litla spurningar sem eru ég held að við munum þekktur fyrir að spyrja lítilla spurningar Nei, ég held að við erum að komast gegnum allt þetta ástand sem er uppi núna og ég held að við munum nýta það sem við höfum lært í gegnum þetta munum við taka það með okkur sem samfélag held ég til lengri tíma og ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt að við tökum framtíðina á forsendu fólksins þannig að fólkið verði miðpunturinn í því sem við gerum til framtíðar ekki fjármagnið heldur það verði fólkið í landinu og það eru svona megin stefið í því sem að við viljum að verði svona megin þungin í þessu að hugsa heimilin í landinu að áföll sem þessi endi ekki alltaf á heimilunum heldur samfélagið styðji við sína íbúa landsins. Hljómar vel. Ragnheiður, fyrir framtíðin björt? Já, sérstaklega við höldum vel á spöðunum hvað var það menntakerfið og nærum þessa nýsköpun nægilega vel. Mér finnst alveg að þessar aðgerðir margar hverjar alveg fínar hvað var það nýsköpun ég ætla ekki að kvarta yfir þeim. Þetta er svona margt af því sem að koma á borði núna er frábært. En eftir þetta spjall hjá mér er frábært ef við næðum að vera aðeins hugrekkari taka aðeins stærri skref, stærri ákvarðanir og ég meina ef við gerum það þá held ég við séum að ágætist það Frábært. Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir og Kristján Þórður Snæbjarnarson. Takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega. Takk.